Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, við ætlum að víkja sögunni út fyrir strendur landsins til Þýskalands. Þar var kosið og þar eru tíðindi, menn hafa varað við uppgangi fasískra afla í Evrópu undanfarið og það voru margir spenntir að sjá hvernig útkoman yrði í Þýskalandi. Ég fengi góðan gest til okkar hér á Rauðaborðinu sem Halldór Guðmundsson, útgefandi með meiru. Vertu velkomin, Halldór. Takk. Þú eins og þú skrifaðir hér í færslu á Facebook, þá ertu tvítyngdur og þú bjóst í Þýskalandi og ert með mikla tengingar og áhuga við Þýskaland og hefur svolítið verið að rýna í pólitískt ástand þar. Þú skrifaðir í færslu sem vakti athygli mína að það sé áfall að sjá að AfD, hálf fasískur, hægri sinnaður, lýðskrumsflokkur, eins og þú orðar það, fái atkvæði 5. hvers Þjóðverja. Geturðu byrjað á að segja okkur hvað svona vont við þennan flokk? Já, þetta var merkileg upplifun og segjum til þess að við hefðum verið hér fyrir 10 árum. Já. Þá hefði ég aldrei getað ímyndað mér þessa niðurstöðu. Og fyrir 20-30 árum voru flokkar eins og NPD og svona sem voru pínlítið að taka upp arfleið nasista en líka bara að halda fram svona mjög þjóðernissinnuðum öfgaskoðunum. Þeir fóru aldrei við 3% sko. Þetta var bara, þeir voru ekki inn í pólitískri umræðu í Þýskalandi. Og nú eru þeir stærri en sósíaldemókratar. Og sósíaldemókratar biðu að vísu sinn mesta ósigur bara síðan eftir stríð. Síðan í Vestur-Þýskalandi. Og þetta vekur óhug og þennan flokk kallaði ég þessu nafni og fer yfirleitt frekar varlega með að kalla alla fasista í kringum mig eða eitthvað slíkt. En það er með sér dómur fyrir því að hann má láta tala svona sig, verður að sætta sig við það. Men innan hans eru element, maður sem heitir Björn Höcke, sem tala bara með mjög fasískum hætti og tala líka niður allt sem heitir sekt Þýskalands og Hitler-dæmið og það allt saman. Þú veist, flokkurinn höfðar svolítið til þeirra sem segir, nú er þetta helvíti útrætt og nú tökum við okkar stöðu í samfélagi þjóða. En ég hef hins vegar á tilfinningunni, maður svona greinir þessar kosningar, að mjög margir sem greiddu þeim atkvæði voru að greiða atkvæði gegn kerfinu. Þetta eins og við höfum séð hér og því hafið oft fjallað að það sem kerfisflokkar sem svo verða ósjálfrátt kallaðir hjá fólki sem finnst ekkert breytast, þeir fá á sig þetta orð. Ég er alveg handviss að þó nokkuð að Trump kjósendum var ekki að kjósa hann per se, heldur að kjósa á móti kerfisflokkum. Og stjórnin sem hafði verið þarna var ósköp mátt lítil. Hún svona byrjaði vel en svo hélt hún ekki út og Scholz, kanslari þeirra, sem var mjög góður borgarstjóri í Hamborg, hann náði ekki til þjóðarinnar og hann náði heldur ekki neinum framgangi á alþjóðasviðinu. Hann var bara að vera að segjast og veikur leiðtogi. En svo verðum við líka að hugsa hvernig þýskur almenningur hafði það. Þú veist, hvernig það var og þeir hafa sennilega bara verið of góðu vanir. Mín kynslóð og yngri kynslóð, fyrir alveg niður til þín og svona, þetta fólk, það hafði alltaf eitthvað framtíðar loforð. Að eitthvað myndi, þróunin væri öll í rétta átt. Hagvöxtur væri alltaf stækkandi, velferðin kæmi með og það myndu velferðarhluti kristilegra demokrata og sósíaldemókratar tryggja. Lestinnar væri alltaf á réttum tíma. Og svo fá þeir þetta allt yfir sig. Að það er dýrtíð, að verðbólga og Þjóðverjar eru ekki eins stóískir yfir verðbólgu og Íslendingar og það er það er engin hagvöxtur
ég held að hann sé 0,2% eða eitthvað og það sem sé einhver reikningsleg stærð sem enginn merkir og svo lenda þeir í COVID-inu sem það alveg sko ef maður væri, eða mætti það var greina þjóðir með þeim hætti þá mjög forvillilegt að sjá hvernig mismunandi þjóðir tóku á COVID og hvernig það fór í gegnum þetta og við skulum ekki vera kynþáttasinnaðir heldur segjum bara í þýsku þjóðlífi þá hafa alltaf verið mjög sterk átök milli sko hlýðni við yfirvöld sem sko yfirgengileg og var stórt partur af þeirra vandamálum á 3. og 4. áratugnum og svo uppreisn sem verður þá þeimun æstari alveg eins og þeirra 68 hreyfingin hlut hennar fer út í Baader-Meinhof skæruliðana og þetta skapaði svona tvístrun í samfélaginu bara í gegnum COVID-ið sem þeir tóku frekar stramt á og svo fóru menn eins og mann gerir svona löndum að kæra hverju annan til lögreglunar fyrir að hafa ekki verið með grímu einhvers staðar og svo framvegis þannig að þessi tími var erfiður hvað kemur næst? Það innrás í land sem rétt hjá þeim og þú veist þetta svo stutt síðan allt saman og það sem þeir héldu, það sem var þetta framtíðarlofvörð sem þeir kalla svo það verður aldrei eftir stríð í Evrópu. Nei, og það áhrif á orkumálin þeirra orkumálin sem voru allt of háð Rússum eins og við muna og hafði ekki verið tekið á þeim tíma og svo eins og lýðskrumsflokkar það eðli þeirra hvort sem eru hægri eða vinstri eða í miðjunni þeir sko búa sér alltaf til einfaldar lausnir á öllu segjum til dæmis innflytjendamál þar sko verður rosalegur æsingur af alveg skiljanlegum ástæðum alveg hörmulegum viðburðum sem verða og maður getur að sjálfsögðu sagt hvert ríki á rétt á því að senda svona menn úr landi svona einhverja barnamorðingja og glæpamenn og hvert ríki á þetta rétt á sínum landamærum en segjum þegar þetta orðið þannig við ætlum bara ekki að hleypa neinum vera inn og jafnvel senda einhverja tilbaka og eins og við ræddum einhverja glæpamenn getur að sjálfsögðu senda tilbaka en langflestir innflytjendur í Þýskalandi halda upp í hagkerfinu og ég sá í Guardian útreikning á því að ef þú loka bara landamæri núna segjum og þá eru 83 milljónir manna í Þýskalandi og segjum 2100 þá við þurfum ekki persónulega að hafa miklar áhyggjur af því þá kemur þetta með börnum og barnabörnum þá væru þeir orðnir 53 milljónir það myndi fækka 30 milljónir hagkerfið færi alveg á sko kúpuna vegna þess að þessar 53 milljónir þær væru alltaf gamlar og þá hver á þá að halda hagkerfinu uppi þannig að engin sko hálfvegis vitibúinn þýsku stjórnmálmaður mun nokkuð tíma framkvæma þetta menn ekki verða tregari á flóttamenn og reyna kannski að finna einhverja aktífari leiðir til þess að losa þá sem eru í einhverjum öfgasamtökum eða eitthvað slíkt en í megin grunninn það alveg svo hér án innflytjenda værum við alveg á kúpunni og þú gefur ekkert fyrir þá gagnrýni sem maður hefur heyrt að faðmur Angelu Merkel til dæmis í Sýrlands deilunni hafi verið of stór ég ver hana í því tilviki sko það örugglega að færa einhverja líkur á því að þannig hefðu átt að setja einhverja svona aðeins betri reglur hvernig að þessum innflutningi var í staðið en þú voru að sjá þetta aðeins fyrir Angela Merkel frá Austur-Þýskalandi það fólk var sína ævi og hún var nógu lengi þar var fullorðið þar að það innlokað það mátti ekkert fara svona einstakar sinnum í sumarfrí til Grænlandana sem örugglega voru líka pastor af austantjaldinu svo þeir fara og flýja í gegnum Ungverjaland og allt þetta gengur á og sendiráðinir og opnið og Ungverjar opna loksins landamærin þá mun ekki kanslari í Þýskalandi sem kemur beint úr þessu umhverfi byrja að reisa múr þegar hann stendur andspænis fólki sem hefur flúið einhverja verstu borgarastyrjöld síðustu tíma ég réttlæt hana í þessu og hefði aldrei búist við öðru af henni reyndar ég held kannski að svo hefði mátt að innleiða einhverja svona skynsamlegri aðferð á árunum eftir til þess að
þú veist, fá inn fólk sem þú ætti að þá líka gera hluta samfélagsins. Já. Að því við vitum öll að það svo gríðarlega mikilvægt atrið og við eigum í vandræðum með það og Þjóðverjar eigi í vandræðum með það og svo framvegis. En bara til þess að öllu sé ekki hrært í einn pott, þá megum ekki gleyma því að hérna, sko, þú getur kallað fjórða hvern Íslending innflytjanda. Já, já. Og þeir eru í öllum verstu störfum. Leið og þú hérna pantar til þín inn að mann þá kemur íslensku verkstjóri og býr til tilboð og reikning og svona, en svo koma menn frá Pólandi og Litáen að gera allt. Já. Og þannig þetta á mörgum sviðum og þannig þetta líka í Þýskalandi. En fyrir Þjóðverja, þegar við erum að tala svona þessi áföll, þá kemur það kemur stríðið, það kemur dýrtíð og lestarnar ekki á réttum tíma. Það er bara Deutsche Bahn, hún að bregðast þeim. Já. Og í aðra röndina finnum maður alltaf hana mikla svona öryggisþörf og þörf fyrir reglufestu. Já. Og þegar svona komið þá eiga flokkar sem segja, já, við lögum þetta, við lokum landamærunum, við látum lestina koma á réttum tíma. Þeir þurfa ekki að útskýra fyrir nokkrum manni hvernig þeir alltaf fara að því. Nei. En það er auðvelt að segja að þessi menn eru öðruvísi og muni gera hlutin öðruvísi. Já. Sko, góðu fréttirnar kannski í þessu öllu eru þær að sennilega er þessi flokkur nú ekki talin stjórntækur, það er ekki búið að ganga frá nýri ríkisstjórn en má ekki telja mjög ólíklegt að hérna flokkur eins og þessi komið að stjórn Þýskalands. Það eru sem stendur 99% líkur á því. Já. Og hérna vegna þess að Merz kanslari CDU sem er svona í rauninni gamall íhaldskall sko. En þó úr þessum flokki sem hefur engin af þessum fasísku elementum sko. Nei. Og hann hefur sagt ég mun ekki vinna með þeim. Já. Á lokalplani eða regionalplani að þeir eru mörg stjórnstig þannig þá mun þeim ekki ganga það sko. Þessi flokkur er til með svo öflugur, þannig stærsti flokkurinn í öllu Austur-Þýskalandi. Þú getur bara dregið gömlu landamæri Austur-Þýskalands. Þar er AfD stærst. Já. Þannig að þú veist, einhver staðar munu koma göti þennan brandmúr sem þeir kalla svo. En núna er staðan sú með yfirlýsingar sem henn hafa gefið að bara ein stjórn hugsanleg. Já. Af því að annar svona meiri vinstri populískur flokkur, þetta bandalag Söru Wagenknecht var bara einhverjum 100 atkvæða frá því að komast inn sko. Þá eru bara 5 flokkur á þingi og einn þingmaður frá Suður Slesvík sem er gömul hérna minnátt við Dani sem það ræður sko. En að öðru leyti eru þessi 5 flokkar. Kristilegir munu heldur aldrei vinna með Die Linke, vinstri flokknum, sem vann náttúrulega stóran sigur í þessum kosningum. Já, og fengur miklu meira fylgi heldur en mælstu með í skoðanakonunum. Þetta er sko svona hinn hefðbundið Die Linke sem Sara Wagenknecht fór út úr og fyrir halvum mánuði heldur allir að þetta er öfugt sko. En þeir unnu góðan sigur. Og fóru fram með alltaf góðum talsmönnum og náðu til dæmis mjög mikið af kjósendum hjá ungu fólki. En þessi flokkar mun ekki vinna saman. FDP sem allir hafa notað sem uppfyllingu hér og þar, svona mittlamötti Framsóknar og Miðflokks, hann féll út og féll hraustlega út sko, það var ekki nálægt því að koma inn. Þá er engin tveggja-flokkastjórn viljaður undir öllum kringumstæðum og það er bara hugsanlegt með kristilegum og krötum. Já, sem er svona bara tæpur. Sem gengur þó að því ef sko Sara og hennar fólk hefði náð inn, þá væri það ekki. En hún er úti og þá verður þetta lendingin og hann er búin að segja mest sannlega að byrja umræðu við þá strax og svona. Og auðvitað er gott að AfD og svona flokkur sé ekki að komast í stjórn Þýskalands. En maður hefur stundum séð með svona hægri populíska flokka, svo haldið því sjónarmiði aðeins svona til haga, að því var í Noregi nokkur ár. Þar fóru þeir inn í stjórnina. Hægri flokkarnir tóku Fremskrittspartíið inn í sína stjórn og þá eru þeir bara aftöfraðir.
Því að þeir ekkit öðruvís en hinnir. Þeir koma einhver til leiðar. Þeir bara sita hana í sama baxi og allir aðrir, sko. Og bara hrynja í fylgi, sko. Að því leyti þá minnst að þessu regionalplani þá alveg hægt að segja, sýnið þið hvað þið getið, því að þrátt fyrir allt, sko, þá þetta 50 hver þjóðveri. Og það er aldrei kunst að taka rétt á þessu. Núverandi stjórnandi þannig eiga ekki að koma í ríkisstjórn Þýskaland. Þeir alveg sammála hinum flokkunum með það. Og er miklu næra að eiga samvinnu við Die Linke sem þeir komast ekki hjá að eiga samvinnu við. En þetta fólk á ekki vera þannig. Og það auðvitað líka mikilvægt að hafa það í huga að þetta allt svo stutt síðan. Það svo stutt frá nasismannum. Þó okkur finnst það rosalega langt. Þá voru til dæmis bæði Afi og langafi Robert Habecks, leiðtoggræningja, voru harðsvíraðir nasistar. Afi hennar Alice Weidel, sem í fórustu fyrir AfD, var herdómari í setuliðu þjóðverja í Pólandi. Það rétt ímyndaðir hvernig hann hefur verið. Nú ekki að segja það þessu fólki til lasts, heldur afinn og amman, þetta ekki lengra svo. Þetta bara 2 kynslóðum á undan þér, sko. Og þjóðverjar geta ekki lagt þessa byrði einfallega frá sér og sagt, nú erum við allir búin að gleyma þessu og við berum enga ábyrgð, sko. Þannig að þetta að taka svona flokk inn rosa stór ákvörðun sem ég finnst ekki tímabæra á þessu landsmálaplani. En ég heyri á þér að svona miða við allt og allt þá kann það stjórnarfar sem verður úr þessum kosningum að verða svona ívið geðfeldara en munaði minnstu að hefði geta orðið. Já, mér finnst aldrei til í því. Mér finnst þetta að vera, sko, maður hefði viljað auðvitað sjá önnur úrslit. Maður hefði viljað sjá AfD ekki 2-falda fylgi sitt, sko. En ég heyri það á þýskum vinum mínum að það svolítið, þetta hefði geta farið verð tilfinningin, sko. En það verður að segjast, sko, að stjórnin þarf að taka dálítið afgerandi afstöðu í ýmsum málum. Eins og hverju? Eins og til dæmis hvaða stöðu Þýskaland á að hafa í Evrópu. Núna þegar að Bandaríkjamenn láta eins og þeir láta og það eiginlega bara mjög torráðið hvað eiginlega greiða atkvæði með Rússum og Norður-Kóreu þá alveg ljóst að það þarf að Þýskaland þarf að taka forystusæti í Evrópusambandinu. En menn allir ekki bara láta það splundrast í allar áttir, þá þurfa menn að sýna, og meira segja Merz hefur sagt það, menn þurfa að sýna sjálfstæði og menn þurfa að sýna að þeir ætli eitthvað að eiga við þessum mál vegna þess að Þjóðverjar hafa í fullkomni blindni í áratugi treyst á bandaríska hermenn. Það fáa hlýðina og góða vini sem Bandaríkjamann hafa átt eins og Þýskaland og svo Danmörk sem þeir eru líka að fara að djöflast á en Þjóðverjar hafa vísu á nokkrum punktum. Schröder vildi ekki fara með í Íraksstríðið, á nokkrum punktum hafa þeir sýnt sjálfstæði, en í það heila, og þú fundið á Scholz í kringum Úkraínustríð og svona, hann vill ekki taka þá forystu sem en búast við af sterkasta ríkinu þannig. Og allavega í þessu þarf stjórnin að vera skýr hvað hún vill í þessu og hvað ekki. Og svo náttúrulega eins og við allir vitum bara fyrir almennilegt, venjulegt fólk í þessu landi, þá þarf að tryggja velferðarkerfið. Og það þarf að passa upp á það. Því að tilfinningin sem svolítið núna svo að miðstéttin sér fram á að hrapa. Og þá gerast alltaf mjög vondir hlutir í samfélagum. Þannig að þetta þurfa menn einhvern veginn að taka utanum, búa til skynsamlega innflytjendastefnu sem tryggir líka að það komi nóga fólki til þess að halda hagkerfinu uppi og svo þurfa að taka á hagkerfinu með þeim hætti sem Þjóðverjar geta alveg gert og hafa sýnt að geta, sem svona félagslegur háttur. Ekki þetta bara eins og Trump að raða í kringu sig gölnustu og ríkustu mönnum heims og láta það bara vaða uppi. Það hefur ekki verið þýska leiðin, sko. Nei, sko þær eru ansi margar köldu vassgusurnar sem við erum að upplifa núna þessa dagana.
og þú nefnir mikilvægi þess að Þýskaland sé í forystusæti í Evrópu. Hafa þeir áttað sig á því nú þegar? Eru þeir búnir að afskrifa Bandaríkin í því hlutverki sem að verið hefur, eða þetta svona að koma hægt og rólega? Ég held að sé réttilega að þetta með hægt og rólega, eða öllu heldur sumir hafa þegar fengið þessa tilfinningu, en myndu kannski ekki segja það upphátt og þeir eru ekki farnir að segja það upphátt, en það sem þeir vita er að þeir geta ekki verið án stjórnar lengi. Með við hraðan á þessu öllu, hvernig hefur búist við því að Bandaríkjamenn ætluðu að rukka Úkraínu tilbaka og fyrir utan það yfirtaka Grænland og alla þessa vitleysu sem við hann uppi. Þannig að Merz minni mig að hafi sagt hreinlega að það getur vel verið að í sumar þá verður bara NATO ekki lengur til. Og þegar verðandi kanslari Þýskaland segir þetta, hann á náttúrulega við í þessari mynd, en fyrir þeim hefur NATO og allar varnir Þýskalands alltaf byggst á þessu transatlantik viðhorfi. Okkar besti vinur er þarna. Já, besti vinur aðal. Já, nákvæmlega gott fyrir því. Og það eru og hann er kannski aðal þjóðurinn er besti vinur hans, en það eru ennþá að ég held 100.000 bandarískir hermenn í Evrópu. Þeir munu draga á tilbaka. Þeir ætla, og það hefði ekkert verið í þeim atriðum mikið öðruvísi hjá Biden ef maður horfir nú heiðarlega á þetta. Þeir ætla að horfa á Kína. Það er þar sem þeir munu leggja sinn þunga. Það er þar sem þeir sjá sína efnahagslegu baráttu fara fram og þeim er aðeins bara dálítið sama Evrópu. Þeir ætla ekki að hafa þá á samningaborði þannig í Úkraínu, þó að það muni koma í hlut Evrópu að stýra þannig allri uppbyggingu. Þannig það sem ég held að svona þýskir forystmenn hafi áttað sig á er að staðan verður svo að Evrópa verður að ákveða sína eigin strategíu. Lætur ekki ákveðan í Washington. Mikið lengra er ég ekki að segja þessu komnir af því svo er þetta flokkar sem voru alltaf helstu andpólarnir í þýskum stjórnmálum, þar segja sósíaldemókratar og hinir, og fyrstu áratugina eftir stríð þá komast þeir aldrei í stjórnkratanir. En minnir að sé ekki fyrir 67 sem þeir komast í stjórn og vinna síðan kosningar og þeir hafa verið við völd megnið af síðustu 40 árum sem er líka óholt og þá ef þú ert alltaf að búa til stjórn sem er búin til úr stærstu andstæðustu pólunum þá situr þú yfirleitt uppi með miðjumóð sem engum þykir væntum. Alveg svo síðasta stjórn sem FDP, frjálsindemókratar, sprengdu óskup meðvitað og undirbúið bara að þeim fannst þeir ekki koma neinn í gegn En Halldór, nú spyrja allar þessar hræringar nýrra spurninga stöðu Íslands og við vitum að það hefur byggst upp töluverður viðbúnaður á Miðnesheiði í rauninni hefur ekki farið hátt. Herinn kom bara aftur aðeins okkur. Við hristum höfuðið yfir Bandaríkjaforseta. Við höfum séð hvernig sannleikurinn skiptir ekki lengur neinu máli í tali ráðamannsins og hans. Það er náttúrulega þessi spenna og ótti þarna í austrinu og hingað til hefur verið hefur manni fundist sæmileg sátt. Það var allavega ekki komið mjög mikil óánægja upp á yfirborðið þegar ríkisstjórn Íslands núna, Þorgerður Katrín og Kristrún og félagar tala fyrir því að við þurfum að tengja okkur mjög sterkt Evrópulöndunum, en þeir eru þó til sem að segja að hagsmunir Íslendinga séu nákvæmlega allt öðruvísi heldur en Evrópulandana. Þeir búi við ógnina en ekki við, og það er talað tengingarnar vestur þótt það getur nú verið snúið að vera í bandalagi með Trump. Það er aðeins tekist á fjárframlög hérðan og nú við heyrðum Kristrúnu síðast í gær tala auki fé.
það sem ég er að reyna að koma að sem sagt þeir sem tala fyrir hlutleysi Íslendinga og segja við eigum að halda áfram af því að við þurfum ekki að taka þátt í þessum útgjöldum sem fylgja hernaði, við erum að vera áfram bara óþroskaði og óbyrgi unglingurinn í samfélagi með fullorðnum þjóðum sem eru þjakaðar af ábyrgðarkennd og skyldum sem við höfum ekki. Hvað sýnist þér af því að þú hefur nú pælt í veröldinni allri áratuga skeið og hvað sýnist þér þessi tvö argument sem að núna mætast? Eigum við að halda áfram að vera hlutlaus, ábyrgðarlaus unglingur eða erum við neitt inn í nýja þáttöku og meiri útgjöld? Þetta held ég bara nákvæmlega spurningin. Það að segja spurningin svo. Því auðvitað hugnast örugglega langflestum Íslendingum það að við séum vopnlaus þjóð og séum hlutlaus í sem flestum stríðum þó að það geti líka vera hlutlausir þegar Trump hernemur Grænland. Það spurningin í þessu nefnilega alveg þessi. Komumst við upp með það? Þegar þú horfir tilbaka bara á 20-öldina. Ég hef alltaf verið mjög fascinerað af henni, bæði í bókmenntum og öðru. Þá hafa Íslendingar alltaf látið eins og þau geti verið stikkfrí í sögunni. Já. Þú veist, það koma hér gagnmerkir gyðinglegir flóttamenn 38, við sendum þeim bara tilbaka í rauðan dauðan og enginn þarf nokkuð tíma að bera neina ábyrgð á því að hafa gert það. Já. Og við bara höfum alltaf verið svona, litli góði drengurinn eða unglingurinn eða hvað kalla það sem höfum einhvern veginn verið á undanþágu í veröldinni. Núna held ég, og það getur enginn svarað þessari spurningum með neinni vissu, en að því þetta er eins og lístir, þá held ég að það sé ekki nokkur spurning að við eigum að halla okkur til Evrópu. Ég bara efast ekki þá, mér hefur nú reynd að fundist það lengi og það er ekki, þegar ég var að hugsa þetta hér áður fyrir þá það ekki vegna hers eða vegna þessar eilífi deilumálum krónuna. Ég ætla ekki að gera lítúrvægi þar sem við megum ekki alltaf horfa á alla hluti eins og hvernig þeir koma fyrir okkur efnahagslega. Nei. Við verðum líka að hugsa menningarleg tengsl og bara þau gildi sem Íslands samfélag hefur í heiðri. Og ef þú horfir núna vestur eða þá til Evrópu, þá er það engin spurning hvorum megin við erum. Svo ætla mann kannski að segja að við ætlum að vera voða hlutlausir og svo segir Trump næst þegar vel ykkur á honum að heldur að hann ætla að fara að differensera milli evrópska efnahagssambandsins og Evrópusambandsins. Þetta er bara sami grautur fyrir honum. Og ég held ekki að Íslendingar geti fái svona einhvers konar undanþágu til eilíðar í þessu. Ekki ef þetta heldur áfram eins og Trump talar. Stundum að vísu fær með þessa spurningu og þessa vangavelta, hann sé bara henda handsprengjum út allt og sjá hvað gerist. Því að eitt af því er þetta grænlandsmál sem er fullkomið ætla. Þeir eru með sínar herstöðar þar, geta gert allt hernaðarlegt sem þeir sýnist og þeir geta farið í alla þá námuvinnslu sem þeir sýnist. Það er bara leyft, þeir þurfa ekki að sækja leyfi hjá Grænlendingum og þeir þurfa ekki að eignast landi til þess. Nei. Hefur ekki Íslendingur verið að leita hana gulli? Þannig að maður skilur ekki alveg hver er langtíma hugsunin önnur en þetta með áhrifasvæði. Já. Þess vegna verðum við líka að hugsa, viljum við vera áhrifasvæði og undir þeirra hæl þá? Já. Það sem hann vegna sjóferðarsjóna með að til dæmis ákveður að taka þá Panama í leiðinni. Já. Jafnvel Kanada til þess að ráða öllu þann upp frá. Já. Ég held að þegar þessir eru kostinir þá segi ég Evrópa. Já. Og það má kannski bæta við þetta að Gylfi Magnússon hann skrifaði færslu á Facebook í gær, Gylfi fyrrverandi ráðherra okkar, það að hann mæti það sem svo að Trump væri mögulega hættulegri en Putin. Og þegar svona menn sem hafa vikt í þessu samfélagi eru farin að skrifa þannig, þá náttúrulega styður það svolítið þitt álit. Já, þetta er bara svo tilfinning sem maður fær bara á síðustu vikum í raunum verða. Maður getur auðvitað sagt þú að gáfulega maður hefði séð þetta stefna þangað, en það er bara ekki rétt. Það vissi enginn hvernig Trump myndi byrja, hvernig hann gerir. Og það sem þú nefndir áðan, sé atkvæðagreiðsla hjá Sameinuðu þjóðunum.
þar sem þeir greiða atkvæði með Norður-Kóru og Rússum og þessum geðslugu stjórnvöldum af því þeir vilja ekki viðurkenna að Pútín gerði innrás í Úkraínu. Bandaríkin vilja ekki viðurkenna hennar augljósu staðrind. Það gerir það verkum. Ég veit ekki alveg hvort ég teki undir með Gylfa hans ég er hættulegri fyrir allavega Evrópu og mér hættir stundum til að horfa frá þýsku viðhorfi. Þá hann nær og erfiðari. En það sem Evrópa þarf að hugsa er bara að bjarga sér sjálf. Þeir gerðu náttúrulega feil með því að vera svona háðir rússneskri orku. Veist, í raun og veru var, tölum aðeins um það áðan, þetta sko framtíða loforð að allt yrði gott og allt yrði betra. Þeir héldu eftir falli múrsins að bara þetta væru vænstu menn rússar og árið 2001 þá ávarpar Pútín sambandsþingið í Þýskalandi og bara allir standa upp og klappa fyrir honum. Þannig að sko Þjóðverjar hafa líka nálgast þessa þróun í dálítið svona bláeyðri von. Og menn héldu sambandi og héldu að það talsamband skipti miklu. Þú veist, Schröder var stjórnarformaður hjá honum í allskyns orkufyrirtækjum. Það skilaði Þjóðverjum engu. Þegar til áttu að taka, skilaði þeim það engu. Halldór, það búið að vera ánægjulegt að ræða við þig hér við Rauða borðið. Þetta fyrsta skipti sem þú kemur hingað á samstæðu? Þetta fyrsta skipti sem ég kem hingað, sko. En nú losnaði ekki þau mig. Nei, nú þarf að koma aftur. Mér langar að nota tækifæri líka til að þakka þig fyrir skáldin og skrælingana. Já, takk. Gaman að, sko, ég verð að segja eitt í þessu sem ég hafði ekki verið að pæla í nokkur ár. Það gaman að gera útvarp. Ég skil vel að þið skuli gera þetta. Vegna þess að líka þú veist, fólk hlustar miklu meira. Það miklu meiri hlustum, bæði á bækur en líka á podcast og þá getur við leyft að gera mjög sérvitara þætti um íslenskar bókmenntur og kaupmannum, sko. Jafnvel þó þú hafi líka áhyggjur á heimsmálum. Einmitt. En já, það er einhver galdur í þessu og tíðarandinn faðmar akkurat þessa tegund af fjölmiðlun. Ég veit ekki af hverju. Manni finnst það. Það er eitthvað. Já, einmitt. En kæra þakkir, Halldór Guðmundsson. Og við víkjum yfir í aðra sálma, ekki fara langt. Dagskráin heldur hér áfram eftir andartak. Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með færri en 25 starfsmenn. Í fyrsta sæti félagsmiðstöðin Síin, í öðru sæti frístundaheimilið Frostheimar og í þriðja sæti félagsmiðstöðin Fjörgin. Og hástökkvari ársins 2024 er íbúðakjarni Rökkvatjörn. Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu.